Hér enn ein áskorun sem mér finnst eiga erindi við þennan fund. Hún hljóðar svona. Ísland menningarþjóð. Við undirrituð vitum þetta vel af eigin reynslu. Við erum tónlistarfólk frá ýmsum löndum og úr ýmsum geirum tónlistar. Það sem við eigum sameiginlegt að við höfum öll haldið eftirminnilega tónleika fyrir forvitna, víðsýna og menntaða áheyrendur á Íslandi. Við höfum miklar áhyggjur af framtíð Ríkisútvarpsins á Íslandi. Okkur hefur borist til eyrna að í síðustu viku hafi 39 verið sagt upp störfum samstundis og hótað hafi verið enn fleiri uppsögnum á Rás 1. Rás 1, menningarrásinn, hefur fengið harðasta skellinn, ekki síst tónlistardeildin. Af öllu starfsliði hennar eru nú aðeins 2 eftir. Framvegis verða þar engir sérfræðingar í barokktónlist, jazzi eða samtímatónlist. Engin kynnir frá sinfóníutónleikum, engin sérmenntaður tónmistari til að hljóðrita klassískan tónlistarflutning. Allt frá því að Ríkisútvarpið var stofnað árið 1930 hefur það verið meginstoð í íslensku menningarlífi. Það hefur sent út metnaðarfulla þætti og hljóðritað þúsundir tónleika. Hljóðritasafn Ríkisútvarpsins ómetanleg heimild tónlistarflutning á Íslandi á 20. og 21. öld. Við höfum öll verið þeirra gæfu aðnjótandi að starfa með frábæru starfsfólki í RÚV. Þau hafa hljóðritað og sent út tónleika okkar í Háskólabíói, Hörpu, Laugardalshöllinni og fleiri tónleikastöðum. Okkur þykir grátlegt að nú sé þessu metnaðarfulla starfi teflt í tvísýnu. Við höfum fengið fullan skilning á því að Ísland í vanda statt hvað efnahag varðar, en við gerum okkur einnig grein fyrir því að RÚV hefur gegnt lykilhlutverki í íslensku þjóðlífi, verið háskóli fólksins, farvegur gagnrýninnar umræðu og hefur staðið vörð hugsjón upplýst, menntað samfélag. Hinn grimmilegi niðurskurður á Ríkisútvarpinu ekki nauðsyn, heldur ákaflega misráðið val. Með brottrekstrinum gerð atlaga að einni af meginstoðum íslensks tónlistarlífs. Þessi ákvörðun til marks forgangsröðun sem brýtur gegn lögbundnu hlutverki Ríkisútvarpsins þar sem kveðið á að stofnunin skuli uppfylla menningarlegar þarfir íslensku þjóðarinnar. Við undirritum hvetjum stjórn Ríkisútvarpsins, Alþingi Íslendinga og menntamálaráðherra að beita sér í málinu þegar í stað. Heimurinn fylgist með ykkur. Og undir þetta rita Vladimir Ashkenazi, píanóleikari og hljómsveitarstjóri, Leif Ove Andsnes, píanóleikari, Rúmo Gamba, hljómsveitarstjóri, Hilary Hahn, fiðluleikari, Pekka Kusto, fiðluleikari, Nico Mörli, tónskáld, Viktoria Postnikova, píanóleikari, Gennady Rostitsvenski, hljómsveitarstjóri, Kirita Kanava, söngkona, Osmo Venska, hljómsveitarstjóri, Martin Fröst, klærinduleikari, Tord Gustafsson, píanóleikari og tónskáld, John Abercrombie, gítarleikari, Dave Douglas, trompetleikari, Damien Rice, tónskáld, Pacifica, strengjakvartettinn, Anthony Bell, klarinettuleikari, Benjamin Koppel, saxofónleikari, Messoforti, strengjakvartettinn, Pacifica og Sigurrós. Ég sé Ríkisútvarpið eins og dagbók þjóðarinnar og á Rás 1 haldin dagbók listir og bókmenntir og fræði og Rás 1 eini fjölmiðillinn í landinu sem sér að halda þessa dagbók. Ef Rás 1 fær ekki tækifæri til að halda því áfram, hver gerir það þá? Ef það eitthvað sem manni hefur oft þótt vanta þegar maður horfir svona á íslenskt samfélag og menningu, þá það ákveðin fagmennska og í þessu hefur Ríkisútvarpið alltaf verið svona svolítið vin í eyðimörkinni. RÚV fyrir mér og fleiri mörglega ekki bara útvarp og sjónvarp, RÚV skóli. Og ég væri sennilega ekki leikari í dag ef ég hef ekki notið þess að hlusta og horfa á RÚV. Ríkisútvarpið eins og amma mín. Hún besta vinkona mín, hún verið fóstra mín, hún hefur skemmt mér, hún hefur frætt mig
og ég óska þess að hún verði ódauðleg. Það virðist gæta þess misskilnings að menning og listir sé eitthvað sem við eigum bara að hafa efni á tillitugum. En menning það mikilvægasta sem við eigum, að því gegnum hana þá skilgreinum við hver við erum og við skilgreinum okkur gagnvart heiminum. Og menningin og listirnar eru nú einn stærsti þátturinn því að fólk heimsækjur okkur á þessu landi. Íslenska þjóðin á Ríkisútvarpið, ekki misvitri stjórnmálamenn sem að þykjast ráða fyrir öllu núna. Frá upphafi vegar hefur Ríkisútvarpið staðið sína plikt. Það hefur verið rödd þjóðarinnar og eiginlega okkar Íslandsklukka. Hana má ekki brjóta, ekki flytja í hólmskip og ekki skemma með neinu móti. Hún eign þjóðarinnar tíma og eilífð og við skulum varðveita hana. Mér hefur borist drög að ályktun sem ég vil nú lesa fyrir ykkur og bera undir fundinn. Ályktun fundar til stuðnings Ríkisútvarpinu 4. desember 2013. Fundur haldinn í Háskólabíói til stuðnings Ríkisútvarpinu 4. desember 2013 fordæmir harðlega þá atlögu sem gerð hefur verið að starfi Ríkisútvarpsins með niðurskurði fjármuna og fjölda uppsögnum starfsfólks nú síðast fyrir viku. Þær munu skaða verulega alla dagskrárgerð Ríkisútvarpsins og það merka og brýna starf sem þar unnið. Ríkisútvarpið hefur þegar tekið á sig mikinn niðurskurð með verulegri fækkun starfsfólks á undanförnum misserum. En sú atlaga sem nú gerð svo gróf að hún ógnar tilvist Ríkisútvarpsins sem menningarstofnunar. Fundurinn átelur stjórn Ríkisútvarpsins fyrir aðgerðaleysi og sinnuleysi í aðdraganda þessara uppsagna sem í hrópandi ósamræmi við gildandi lög Ríkisútvarpið og skyldur þess samkvæmt lögum og þjónustusamningi. Það of seint að ætla að móta stefnuna þegar mörgum reyndustu starfsmönnum stofnunarinnar hefur verið sagt upp. Fundurinn krefst tafarlausra skýring á því hvernig ákvarðanir uppsagnir voru teknar með hliðsjón af hlutverki útvarpsins. Þess krafist að farið verða lögum tekjur Ríkisútvarpsins og að Alþingi, ríkisstjórn, stjórn Ríkisútvarpsins og útvarpsstjóri standi við þá skyldu sína að verja þessa einstöku upplýsinga- og menningarstofnun sem þeim hefur tímabundið verið falin ábyrgð á. Það skylda þeirra að skilinni sterkri í hendur þeirra sem á eftir koma. Að þessi drög ályktun orðin ályktun fundarins og hún verður send fjölmiðlum, alþingismönnum, stjórn Ríkisútvarpsins, ríkisstjórninni og útvarpsstjóra. Takk ykkur fyrir frábæran fund. Það gott að vera samtímamaður ykkar.